Góða kvöldi, góðar hálsar og verið velkomin með okkur í Síkið á Sauðárkróki þar sem að Tindastóll og KR eigast við. Þessi lið hafa háð ýmsa rimmur í gegnum árin og já, bara í fyrra þá unnum við þá í bikarmeistaratitlinum og þeir tóku síðan Íslandsmeistaratitilinn og þannig var sú saga. En það að baki og nú nýtt tímabil og nýju leikmenn komin í bæði lið. KR tók fyrri leik þessar liða, já ég ætla ekki að segja létt en svona munurinn var heldur meira en hann átti að vera. En nú erum við komin á okkar heimavöll, Tindastóll KR, en við tókum viðtöl við þjálfara liðana hér áðan og það var Eysteinn Ívar Guðbrandsson sem að talaði við þá og við skulum heyra hvað Kauðar höfðu að segja. Big game tonight against KR. What are you gonna do in the game? Well, I think it's a big game, of course. One of the big games in this round. I saw the team ready. I mean, we come from a Njárvík game, very tough one, and I think in this game we kind of come back to our identity. And yeah, tonight we're gonna put on the court everything as much as we can to get the win. You have a new player in the roster, Mike. Is he gonna play much tonight? The minutes, I never talk about minutes. For sure he's gonna play, but it's a little bit more about him, how he's gonna feel. He just got 2 practices with us, and a lot of stuff that he need to learn. We need to teach him, but he's gonna be one more, and he's gonna play for sure. But I don't know how many minutes. Last game against KR, you lost. They have new players. What are you gonna do against them? Well, I think after the Christmas break, it's like a new league. I mean, all of the teams I doing additions. All the clubs are looking to be stronger, and like I said, it's gonna be totally different game than the last one. Hopefully, we are gonna win it, but at the same time, like I said, all my respect to all the teams because it's no easy game. Thank you, Martin. Gangi vel. Yep. Ingi, ertu blessaður? Leikur á móti Tindastóll. Hvað ætlaðu að gera í þeim leik? Við erum komin til að vinna, það er klárt mál. En við vitum að við þurfum að leggja mjög hart á okkur til þess að geta. Nú sá ég að Pavel er ekki með. Hvers vegna? Hann er meiddur, meiddist, búinn að vera svona, já hann er meiddur og verður ekki með. Hvernig þurfum við að vinna Tindastóll? Við þurfum að mæta baráttuna þeirra og krafturinn sem þeir hafa. Við þurfum að halda þeim frá korfinni og já, við erum að svona stjórna sjálf okkur. Hvernig finnst þér nýji leikmaðurinn ykkar hafa komið inn í þetta? Hann kom svona, við hefum ekki reynslu á það, hann meiddist í öðru leik og hérna við hefum eftir að, ég er ekki ennþá búinn að geta sett stimpilinn á það, hvort það sé góður fyrir okkur eða hvað, en þetta er góð leikmaður, þannig að vonandi bara að vera hann geggjaður í kvöld. Takk fyrir þetta Ingi, gangið vel.
Svensson, Kristinn Óskarsson og Eggert Þór Aðalsteinsson. Og það kynum við í gæstana í KR, það er nr. 6 Kristófer Eikholz, 7 Finnur Atli Magnússon, 8 Björn Kristjánsson, 9 Jón Magnús Stefánsson, 10 Helgi Már Magnússon, 11 Ólafur Þóri Sigurjónsson, 12 Viðverður Kári Jönsson, 13 Kári Hilmarsson, 14 Egil Garja, 23 Sigurður Á Þorvaldsson, 42 Guðjón Björk og 44 Kristinn Lúnar. Og þjálfari KR Ingi Þór Stefánsson. Og þá í Tindastól, það er ég Axel Kárason. Númer 5, Michael Otsson. Númer 6, Friðrik Þór Stefánsson. Númer 7, Pétur Rúnar Birgisson. Númer 9, Kristinn Bjarnason. Númer 12, Viðar Ágústsson. Númer 13, Kristján Þór Björnsson og númer 20 Rúnar Kín, 33 Daniel Tómas og númer 31 Hannes Ingi Másson. Og áfram Tindastóll, áskemmtilegt.
Ok. Góða kvöldi, gott fólk. Verið velkomin með okkur. Sem ég sagði áðan, leikur Tindastóls og KR. Og við vorum að sjá auðvitað viðtöl við leikmennina og síðan smá bara klippur úr síðasta leik þessara liða sem fór fram í Vesturbæ á síðasta ári. En hérna er þetta allt að byrja og já, hvað var að segja, hefðbundið byrjunarlið að koma inn hjá stólunum eftir mikil meiðsli eftir áramót. Það er Pétur og Viðar, allt eðlilegt þar, og síðan er Brynjar, Danero og Júrald King. Já, Káringum er já, hérna Pavel Ermolinski, hann er ekki með Káringum fyrir þá sem að vissu það ekki, sem gerir það að verkum að Emil Barja er að byrja leikinn. En Julian Boyd byrjaði að ná frákastinu og þetta er komið á stað hjá okkur. Dominic og Julian Boyd, hann heldur áfram gríðarlega flottri vinnu hjá sér. Einstaklega góður leikmaður, það er bara þannig. En kemur Brynjar upp í boltan. Það er eina sama kerfi til þessum manna, það klikkar. Hann kemur aftur um boltan, ég man bara ekki hvað hann heitir fyrirgefið. Nú er Kristofur Eikóks og þetta hefði alltaf verið 2 stig þar sem Júrald King sló í spjaldið. Júrald. Brynjar kemur upp skriðinni, finnur Danero, Emil til Barna. Nú er Júrald einn á Kristó, setur á Jóni. Kristó hann að fálmar í boltan. Einhver ástæðu, hann hefði nú getað sleppt í, hann var búinn að spila ágætt svörn þarna. Þetta er með þetta afsakið mig, hann heitir, ég ætla þetta ekki borið fram sem Michel. Ítalskur. Michel Kristofur Di Nuno. Afsakið með þetta. En Júrald setur fyrravítið. Ég mun kalla hann Chris í þessu leik. Seinna vítið sömuleiðis svona í Júrald, engin vandræði þar á bænum. Emil og Jón Arnór. Hann hefur yfirleitt liðið mjög vel að spila hérna og það, hann er að fá illa á Brynjar hérna. Hann getur fá, Brynjar brýtur af sér, slær í hann hérna, algjör óþarfi. Brynjar fær 2 skot. Fyrir auðvitað Óni. Seinna auðvitað sömuleiðis. 6-2. Pétur og Kristi Varnar, hann hefði ekki villu. Simmi útskýrði að þetta hafi bara verið boltinn. Hann fær hérna skrín. Erfið sending frá Júrald, en Pétur nær að redda þessu, en Viðar með frákast. Flagari á Júrald. Hann verður að snúa hann innkallinn. Þetta er frábærlega gert, en Danero fer hérna skrýtna leið, sko, hann á bara að fara beint upp. Kólnar hann það niður. Ef fengið vill, hann fari beint upp. Það er bara þannig. Emil. Hann fær skrín frá Kristó. Kristó með Viðar á bakkinu, hún líst vel á það. Finnur síðan Julian úti. Lítið eftir á klukkunu og Jón Arnór verður að fara í skotið og gerir það. Og það er Kristó með frákastið og þetta er Tindastóls bolti, já, klárlega. Júrald er að slá í suðurátt, það er að segja í átt að sóknarkörfu Tindastóls, þeir sem átta sig ekki á áttum hér. Og þá er Pétur, Brynjar, Danero missi boltan hann, þetta var einhver frústreyring hann á milli þeirra, fannst mér, en sjá til.
Julian. Chris. Danero hann að náði að stela boltanum. Og hann fyrir langan þrist. Setur hann ekki honni í Brynjar og Viðar næst síðan frákastinu. Finnur Júrald. Nær ekki komin á Pétur en Emil fær síðan villu þarna. Handcheck. Pétur á Brynjar. Jón Arnór kemst inn í sendinguna. Sjá hann til. Gerir á Julian. Nei, hann var búinn að skora þarna áður hann náði boltanum. Það er aldrei gott. Nú fer hann á Júrald. Það er bara ansi erfitt. Júrald líklega besti, eða ekki einn af kannski 3 bestu varnarmönnum deildarinnar. Besti sinni stöðu, ég er alveg lofa fyrir því. Þeir alltaf tvöfalda af hann. Hann lætur sér duga stökkvöldu og setur hann spjaldi honni í. Einfalt og gott. Emil. Þetta er góð vörn. Danero hann á eppinn. Við Julian í þetta þristur og hann var ansi stuttur. Viðar inn á Júrald. Julian að reyna að svindla í vörninni þarna en hann á góðan við inn í Chris Di Nuno sem slær boltan út af. Engin skaði skeður til þess bolti í endalínu. 16 eftir á skotklukku. Brynjar á Pétur. Pétur, hann átti að skjóta þessu drengurinn maður. Erfitt þarna yfir Julian. Boyd. Chris. Þetta er bara fínasta hreyfing en skotið er samt svolítið erfitt. Hann er að falla til hliðar og af driblinu. Pétur, hún líst vel á að fara á hann, fer alla leið, setur honni. En Simmi segir að þetta sé á gólfinu. Ok. Ég er ekki að fara að deila dómgæslu við Sigmund Már Herbertsson. Með Simma hérna í kvöld er Kristinn Óskarsson og Eggert Þór Aðalsteinsson. Villa á 9 fyrir að halda. Jón Arnór grunnlega. Pétur. Nei. Danero, hann keyrir inn. Finnur Júrald, en Júrald grípur ekki boltan. Það er svo svipað kannski, hann var búinn að skora áður en hann greip boltan. Aldrei góður lukka að stýra. Kristó með Pétur á bakkinu, sendir hann út á Julian Boyd og tekur þrist. Þetta var, mér finnst það mjög skrítið ákvörðun. Pétur fyrir þristana, þessi er langur. Villa á Viðar, baráttu um frákastið. Emil, 4-6, 5:20 er eftir að fyrsta leikunda. Emil. Jón Arnór enda galopinn og hann lætur ekki bjóða sig það tvisvar. Setur skotið honni í. Ákveðin hringavillast sem að KR settu hann inn í tegnum og Jón Arnór poppaði upp. 1 og óskuttur. Brynja, erfið sending á Viðari þarna. Ekkert erfið, hún hefði verið mjög góð. Julian, hann er ekki að setja hann hérna til að byrja með. Er að láta sig sætta sig við hérna stökkskot. Þarna ítir Jón Arnór klála í baki á Júrald King en hann fær ekki í sín aðra villu henni öðrum leiknum dag en það hefði það aldrei verið gert og þetta er villu á Emil. Tökum þetta frekar en þessi villa sem Emil á að fá þarna var svona 50 sinni minni villa heldur en Jón Arnór með hrindingun á hann en hvað það? Júrald kemur inn, nei, Júrald er á leiðin á vítalínuna, getur komið til þess að 7 stig. Nú kemur Mike Ojo inn fyrir Brynjar. Mike er nýkominn til landsins, lendir hjá þriðjudagsmorgun
og hann hérna, já, það var 40, Mike Ocho, hann að upplega hérna 40 stiga hitasveiflu, kemur hér úr Sunny, Kaliforníu, 30 gráðum í -10 á krókinn, en hann hefur tekið því sem stakkarpríðin, frábær karakter þarna sem ég hef kynnst honum. Sjáum til hvað hann gerir með okkur í kvöld. Helgi Már Magnússon kominn inn sömuleiðis hjá KR-ingum fyrir Marja. Og Kristó hann er bara miklu sneggri en Helgi Rafn og ég skil ekki hvað Helgi er að gera svona hátt uppi. Það er ekki þörf á því sko, Kristó aldrei að fara að skjóta á boltanum. Mikið dreifli á Pétri, á Helga, Viðar. Hann hótaði að setja á Danero en góð vörn á Kristó og það tekst bolti 8 mínútur til skotningunni. Nú kemur Dino inn fyrir Viðar. Dino hefur aðeins verið smá lægð hjá okkur núna en sjáum til hvort að kappið finnir sig ekki hérna í kvöld. Helgi á Pétur. Pétur, þetta lítur að vera villa. Og Pétur bara hendi boltanum í andlitið á honum. Simmi dæmi villa og nákvæmlega sama á Jón áðan. Já, ok, afsakið mig, ég á að gera kvarta. En Pétur setur 3 stig í andlitið á honum, 10-11 staðan. Þetta er sama kerfi áðan og Jón setur núna 3 stig í andlitið á Pétri. Mike og Danero. Dino, Helgi, Mike og Pétur, hann aftur í þrist, setur hann ekki honni, Dino með frábært frákast og Dino finnur Danero, setur þetta honni drengur. Ekki honni, Helgi með frákastið. Kristófer kemur upp. Arnór, hann þarf að fara í þrist og hann setur hann honni. Hann að finna sig sem fyrr hér í síkinu, komið með 11 stig af 17 stigum KR-inga. Mike, hann keyrir inn í deginn, stuttur. Hann ný leikmaður, fær ekkert fyrir Seisbæk. Jón Arnór fer alla leið, setur 2 stig og Martin hefur séð nóg, staðan er 19-10. Jón Arnór Stefánsson allt í öllu hjá KR-ingum á meðan Júrald var allt í öllu hjá okkur þangað til hann fór út af. Það er nú bara þannig eins og ég var að segja á hann að Mike kom inn á þriðjudaginn eftir erfitt ferðalag, langt ferðalag og svona eitt og annað að reyna að koma sér inn í liðsfélagana og svona, þannig að eðlilegt að kannski skotið hans sé ekki alveg komið en hann getur hitt drengurinn. En Jón Arnór kom með 13 stig. Honum finnst ekki gaman að tapa á Sauðárkróki en að minni vitund ætti hann að vera að koma með 2 villur ef ekki 3. En það er bara svona ef og hefði dæmi. En það er sama liðinn hjá stólunum. Og ég ger nú ráð fyrir að Jón Arnór Stefánsson sé að fara í hvíld núna. Þannig að Bjössi Kristjánsson kominn hann á hliðarlínuna. Maður sjá hvað gerist. Finnur kemur inn fyrir Kristó. Nei, fyrir Julian Boyd. Já, síðan Kristófer, Helgi Már og Björn Kristjánsson. Jón Arnór og Julian Boyd fara út af, fá væntanlega svona 1 til 2 mínútur, fer eftir í hvað hvernig þessi leikluti spilast. Þetta kemur boltan á Danero, gamla góða horn. Það hótaði þitt inn á Danero, gera ekki. Helgi til varnar, Danero, hann fer erfitt skot hjá Danero, það fer ekki honni. Helgi Rafn með frákasti segi og Mike við vekkur honni. Helgi Rafn með fína stóðsningu á það, var
umkringdur. Mike sýndi sig vel. Bjössi. Kristófer. Það á Kristófer Eikóks. Komið 6 stig. Pétur. Pétur fer fram hjá Kristófer. Dino hann hefði getað skotið þessu. Mike stígur á línuna, hann setur skotið, þetta eru 2 stig. Mike þetta er fín vörn hjá honum, erfitt skot í Helgamá. Pétur, Mike, hann í langa tvist aftur, setur hann ekki honni. Helgi með frábært frákast, hann er bara sterkari Finnur og leggur hann honni. 21-16. Helgi nær ekki að losa boltan, Finnur Finn hann það. Kristó hótar skotinu, en Danero með frábæra hjálp með Pétri. Og Mike á Helga, Helgi á Dino. Svinga þessu hann, Þetta lítur bara að vera villa. Hvernig þetta er ekki villa veit ég ekki, en Pétur kemst þetta leið og fær 2 stig. Helgi var hélt bara Pétri. Og síðan var Pétur villu. Þetta er fyrsta villan af Pétur. Kitty Óskar að telja villunar hérna fyrir áhorfendur. Ég er alveg 100% á því að allir áhorfendur í húsinu geti talið. Svona yfir hérna svona 5 ára aldur og svo. Þarna rennur Kristófer. Þetta er bara skrítið. Fyrirgefið, ég var ekki með tíman á hreinu. Fannst þetta líka frekar skrítið skot. Staðan 18-21. Fyrir Káringum. Svona fór botnin svolítið úr sig á KR þegar Jón Arnór fór út af. Sóknin staðnaði ansi mikið. En það sýnir líka bara styrk og getu Jón Arnór Stefánsson. En hjá Tindastól þá svona fór þetta aðeins að batna þegar að leið á leiklutan að mínu viti. Hvar átt hann koma aðeins upp og flæðið í sókninni var aðeins betra. En við sjáum til að þetta er bara 1 leikluti af 4. Já, okkar mönnum í Tindastól þá er Júróð King komið með 7, Pétur er með 5, aðrir minna. En við sjáum til, Brynjar hefur til dæmis ekki, þannig var í strangri græslu hjá Jóni Arnóri, sem er, þó að hann ætti að vera komið 2 villur, að mínu viti, að þá ætti hann sé ekki besti varnarmaður í sinni stöðu á Íslandi. Það held ég að enginn geti mótmælt því. Maður sem hefur spilað í efstu deild á Spáni og verið svokallar lock defender, þú hlýtur að geta eitthvað vörð þá. Það er bara þannig. En Jón situr ennþá, Emil kemur hins vegar inn fyrir Dinuno, Kristófer eða hvaðan, Michel eða eitthvað. Ég mun örugglega nota öll nöfnin hérna í kvöld. Það er bara þannig. Verður svolítið viltur. En Pétur, hann fær bara fría leið á körfuna, setur hann onni. Þetta er bara einfalt og gott. Káringar voru bara hælónu, þeir voru bara öryggir að Pétur myndi fá boltan á okkar, þess varnarhelmingi Tindastóls. Emil, Finnur, Bjössi, Helgi Már. Það er skipt þarna, Helgi og Júrald og það er bara geggju vörn hjá Helga. Hann er að trufla Julian það mikið að hann kemst ekki í boltan en kemur ekki sjálfur við boltan. Núna fær Pétur hans hvíldu að taka upp boltan. Dino gerir það. Júrald, hann er með Bjössa á bakinu. Þetta er mjög gott. Núna er hann tvöfaldaður, hann lítur einhver laus og Dino er laus. Og Dino Butzolat, hann setur þetta onni. Auðvitað. 23-21.
Ingi hefur séð nóg, Kristó og Jón eru að koma inn á. Helgi fer fram hjá Helga, en góð vörn hjá, já, bara Tindastól, eru margir í þessu. Pétur finnur Dino, hann verður, og hann fer upp síðan. Hjalta var búinn að koma sér í vandræði þarna og Ingi tekur leikklepp. Það er að stoppa þetta áhlaup í byrjun. 25-21, 60 sveifla, 60 byrjun á öðrum leikluta hjá Stólunum, er að keyra KR aðeins áfram. En Pétur er eitthvað upptekinn á dómurum. Já, ok, þetta er bara allt í bróðurni. Bara thumbs up. Það er að láta bara ekkert vita, hann hafi verið að gera allt hárrétt. Enda, þó að ég sé eitthvað að blammera hérna í mikrofónin, þá eru dómarinn alltaf að gera rétt. Það er bara þannig. Ekki lesa mikið í þetta hjá mér. En þetta er bara líf og fjör. Svona viljum við hafa þetta, leikur áhlaupa, körfuboltinn bara vel mætt í síkið. Svona, já, ef við ekki segja 500-600 manns. Svona, gróft áallað. Gæti verið meira, gæti verið minna. En við óskum eftir káringum, þeir eru ekki margir, ef einhverjir. Einn, sýnist mér, bílstjórinn. Bílstjórinn á rútunni. Og byrjunarliðið hjá KR mínus Kristoffer Dinono. Bjössi er inn á áfram. Emil kemur sömuleiðis inn, Emil með 2 villur. Kristó, Julian Boyd, Jón Arnór, Tindastól, Pétur, Mike Ojo, Helgi Rapp, Dino Budurats og Jóral King. Emil er bara að tapa boltanum, hann er bara, þetta er bara allt og erfitt hjá honum og Dino, hann, ég veit ekki, þetta vona að það hafi ekki rugglast á Mike og Júrald, en Mike Ojo hendir í þrist í horninu, kemur í 28-21. Það er, eins og ég oft sagt áður, karnevalstemning í stúkunni. Jón Arnór á Bjössa, hann vil fara inn á Julian, hann er með Helga á bakkinu. Julian, já, vel getur Pétri, lætur hann taka driplið hana. Og góð vörn hjá Pétri. Júrald nær þessu frákasti. Hoppa aðeins hærra en Helgi Rapp. Og hann bara fílar að fara í tvistinn. Svona, ekkert rosalega gott skot. Og það er bara mjög lélegt skot. Hefði það farið onni, hefði það verið geggjað, stemningslega séð. En Mike hann og það er á gólfinu. Góð vörn hjá, það er vantilega Helgi, nei, Pétur, önnur Pétur. Já, beint út af með hann. Brilli búinn að fá góða hvíld, 5 leikminningur. Helgi Rapp kemur inn fyrir Axel. Orri var galopinn út í körfuna þarna, en Dino, ég veit ekki, þetta vona að treysta honum alveg, hann hefur sýnt það í vetur, Orri. En hann alltaf gaf ekki á hann og setti frekar á. Brilli setur hann onni, kemur hann onni. Og Ingi þó er ekki sáttur við Kristoffer, en ættur nú að þekkjast. Boyd, Jón Arnór. Hún líst vel á þetta, auðvitað beintinn á Boyd. Dino, já, þetta er fín hjálp hjá Dino, gerir þetta svona aðeins erfiðara, en það er erfitt að stoppa svona, þeir eru báðir töluvert minni og ekki af sterkir, það er bara hannig. En hann er það sama, Dino inn á Júrald, hann er með Dino á sér, góð vörn hjá Kristó hann, en Ojo stelum og hann lítur á óður, komið til að vinna, hárrétt. Julian Boyd hrindir í baki á honum. Og hann, það er eitthvað kvarta, ég veit ekki, þetta er bara bannað. Ingi Þór er eldur brjálaður. Kitty bara segir hrindir í baki á honum. Sáu það allir. Þetta er bara hárréttur dómur, óhyrnumestur villa, 2 víti og boltinn á Tindastól. Kristó er eitthvað ennþá að lammera hérna í dómarana. Jæja, þarna kemur Jón Arnór. Jón Arnór, fyrirliði og höfðingi KR.
tala við sína menn og segja þeim að hætta þessu, eðlilega. Ég meina, þegar það er búið að dæma eða ekki búið að dæma, breytir ekki því sem er liðið. Það ekki. Það er Hakuna Matata. Já, nýju reglunar, 14 sekundur á klukkunni og boltinn á sóknarhelmingi Tindastóls. Mike, Brilli, hann mokar, já, hárrétt. Ég hætti alltaf að sleppa honum. Hann hótaði sendingun hann og mokaði boltanum með vinstri höndinni. Kristoffer. Á Kristoffer. Orri. Julian með Axel á bakinu. Þetta er innfallt og þetta er bara frábærlega vel gert. Axel átti engin svöru þessu. Bara smá rólegheit á Mike á hendófi á Axel. Hann hótar skotinu, fer ekki það. Dino fær aftur frá Axel. Nú er hann með Orra, hann verður að skjóta þessi maðurinn. Gerir það og setur hann í spjaldi. Nei! Kristó nær frákvist, sterkt frákvist á Kristoffer. Orri galopinn. Hann er langur og Brynjar með frákastið. Þetta var gott skot þó að enginn komið frákastið á káringum. Hann var bara það opið og verður að taka þetta. Hann hittir þessu næst. Brynjar inn á Júrald. Hann út á Mike. Hann er galopinn í þrist og hann setur hann ekki honni. Þetta er sömuleiðis gott skot. Jón Arnór, hann fyrir þrist. Hann er að finna sig hér í kvöld, Jón Arnór Stefánsson. Ég held að sé ekki búinn að klúðra úr skoti. Ég bara... Hann klúðraði hann þegar það var brotið á hann. Dino með flotta sendingu inn á Júrald. Júrald klárar ekki skotið. Jón Arnór var mættur í hjálpina. Julian Boyd, hann er í þristinn. Setur hann ofan í. Boltinn er hliðhóttið Julian Boyd. Skoppar upp úr og aftur ofan í. 33-31, leikur áhlaupa eins og ég sagði. Mike á Júrald. Brynjar og Axel. Axel verður að horfa á körfuna. Júrald með Kristó. Þetta er í fall. Það var kannski ekki fallið alltaf driplið þarna til að koma sér í stöðu en áhrifaríkt var það. Julian Boyd. Hann fer í vinnuna á blokkinni. Þetta er erfitt skot og hann staðinn fyrir að henda honum á körfuna og hendur honum út í teginn. Og Brynjar á Dino, Dino á Mike. 2 stig á töfluna, 37-31. Ingi Þór er ekki ánægður með sitt lið hérna. En ákveður nú samt að segja Sigmundi á Herbertsinni eitthvað um dómgæslu. Kristoffer Dinuno. Og Mike hann að hárrétt, góð vörn. Þetta voru fína mínútur hjá Mike Ocho. Ágætis byrjun hjá honum, 11 stig hér öðru leikluta. En Jón Arnór Stefánsson fyrir sömuleiðis út af. Simmi. Simmi var hann að spyrja Reyndarbóra hvort það var ekki í lagi og það eru 5 sekundur, frábær vörn hjá stólunum og Kristoffer Dinuno var í einhverju rugli hérna. Ingi Þór er brjálað við Julian Boyd. Hann stóð bara hérna út á þriðjastæðalínunni, gerði ekki neitt. Kemur Brilli og biður horns. Það er einfalt 2 skrín. Dino inn á Júrald. Júrald með Kristó. Það er villa á Emil Barja fyrir að halda væntanlega. Hárrétt.
Ingi Þór ekki sammála þessu dómi en sko það sem ég stóð og nú ætti ég ekki að reyna að vera hlutur og ég ekki búinn að sjá endursýningu á þessu en mér fannst þetta vera villa á Emil en ég getur vel verið að þetta ætti að hafa verið no-call og núna villa á á Axel fyrir ólöglegt skrín, ok en Brilli hitt ekki skotinu þannig að það var engin skaði skeður. Emil kemur út að hann með 3 rullur ekki, jú, hann með 3 rullur, það var þriðavillan á Emil. Kristoffer Dinóno, þeir skipta hann á þessu. Julian Boyd, ljóta vilja fara inn á hann, já, gera það. Og það er tvöfaldað strax, þetta er erfitt skot. Þetta hafði berið árangur. Væni Dino og Axel ekki. Axel verður að vera sóknarþenkjandi, hann var galopinn en það er leiklið sem Ingi Þór tekur. Það verður að horfa á körnum aðri, það er bara þannig. Jæja, þá fer þetta allt á stað hjá okkur aftur. Káringar eiga bolta á endalínu varnarhelmings Tindastóls. Viðar er komin inn á. Ég fyrir ekki að hann var auðvitað inn á. Og hann er næstu að stela boltanum hann af Kristoffer Dinóno og mér finnst ansi skrítið að skuli engi Káringur vera að hjálpa honum. Hann er snöggur, jú, allt í lagi með það en tekur mikið úr mönnum að vera að taka endalausar stefnubreytingar hvert innkast. Nýkominn meiðslamaðurinn. Helgi Már inn á Julian Boyd, hann er með Axel. Júrald var búinn að stela þessum bolta. Dino þarf að brjóta. Kristó, heiðusmaður og hann er klárar auðvitað. Layupið. Kristó er nú ekkert besta vítaskittan á Íslandi en 50-60%. Setur víti ekki ofan í, Viðar með frákast. Við höfum heyrt, ég hef heyrt mig segja þetta áður. Geggjaður leikmaður. Dino á Júrald, þeir hætta við handoffi bara, halda kerfin áfram. Axel, Dino, það er alls konar blammeringar hann inn tegnum. Brilli, þetta er villa á Orra væntanlega. Brilli var komin í skotið hann að 13 á. Ingi segir góð vörn. Ingi segir að þetta hafi verið góð vörn. Ég ætla ekki að draga henni og ég sá þetta ekki þar sem ég stend. Jón Arnór kemur inn fyrir Orra. Fyrir að Vidoni á Brilla, of course. (38-33), 2:48 eftir af öðrum leikluta. Heiðusmaður Brynjar, klúður á seinna vítinu. Þetta getur gerst hjá þeim líka.
Góð vörn hjá Danero hana. Helgi Már, hann kemst inn í miðjuna, hendir honum sem bara í hendunar á Danero Thomas og Júrald, þetta lítur á villa, já, villa, 2 skot sem Helgi fær, nei, sem að Júrald vinnur sér inn. Hörðu góð villa. Helgi náttúrulega að koma inn í þetta eftir áramótin hérna. Riðgaður, ég veit ekki hvort hann hefði verið í einhver pick-up-bolta hérna í Bandaríkjunum. Þekki það ekki, en hann er nú aldrei eins góður eða svona, færði ekki jafn mikið út úr honum eins og keppnisbolta, þó þú sért í góðum pick-up-bolta. Það er allt öðruvísi. Fyrra vítið var Róni hjá Júrald, seinna vítið sömuleiðis, já. Ákvað að skoða hringinn boltinn, sjá hvort það væri ekki allt í góðu. Nuno, Helgi, Kristó, Jón Arnór, hann fer í þristinn. Ég hefði, sko, þetta er Dino sem slæður út af. Nei, Simmi segir þetta sé Tindastólsbolti. Við skulum taka því. Hérna. En allan ef ég hefði verið að dæma þetta, þá hefði ég dæmt KR boltan. Mér fannst að það augljóst, en dómarinn geta mistöku eins og við og Brynjar, þetta lítur á villa, setur honni 3 stig. Já, Kristoffer Dín núna bauð Brynjar upp í dans. Brynjar tók því og ef þetta hefði verið keppni, þá hefði Brynjar verið, allar að 3-0 yfir, mögulega 4-0. Og Jón Arnór Stefánsson tók Kristoffer Dín núna á eintal og lét hann auðvitað vita að Brynjar væri klókur leikmaður ef hann var ekki búinn að átta sig á því að Ingi hafi ekki sagt það fyrir leik. En auðvitað klára Brynjar vítið, 4 stig á töfluna. Jón Arnór og Kristó og Dín núna er í rifnu búning. Hann þarf að laga það í hálfleik. Julian Boyd, hann er á dekkan. Þetta er ójafn leikur en Julian Boyd klikkar leiföfnu. Júrald King, hann er með geggjaða sendingu og Viðar lokar þessu, auðvitað 2 stig á töfluna enn og aftur. Viðar Ágústsson, 46-33, 1:30 eftir að fyrri hálfleik. Nuno dribblar rosalega mikið núna, hann er búinn að dribbla í 12 sekúndur þegar hann loksins losaði boltann. Og hann dribblar ennþá og fer sín í erfið 3 stiga skot sem er ekki onni og Danir orðinn frákastið. Ingi Þór getur ekki verið ánægður með þessa sókn, bara getur ekki verið og Júrald er kominn hann að fremstur. Setur ekki layupinn maður. Klikkar á því, Viðar og það eru 2 skot. 2 stig, fyrirgefið, hann var kominn í hreyfinguna, 2 stig og víti. Jón Arnór, geggjað jafnvægi sem maðurinn er með. Hann er kominn með rúmlega helmingsstig að sinna manna hér í kvöld. Helgi Már kemur út af, hann er eitthvað þungur á hann brúninn. Eins og ég held, Kristoffer Dín núna er núna tekinn á eintal hjá Inga Þór. Það er hérna að benda á þetta. Það er bara þannig sem aðrar hópíþróttir að það er aldrei gott þegar einn maður einokar boltan nema, eins og fyrir KR og heitir Jón Arnór Stefánsson, hann er að skora 1 stig, hann mætti kannski verið boltan. Þarna teikar Jón Arnór og sparkar. Og þetta er KR, Tindastóllsbolti, flott. Núna hefði ég dæmt hitt, ég fannst eins og Brynjar hefði komið í boltan en Simmi var með þetta allt á hreinu. Fjörtíu 36. Þetta er skref, hárrétt. Já, hann má þetta ekki. Þetta er bara venjulegt innkast, hann má ekki hreyfa sig í innkastinu. Hann má bara hreyfa sig í innkasti eftir skoraða körfu. Þannig að þetta er bara hárrétt. Dino gáði ekki að sér. Já, KR bolti. Ingi dæmdi þetta. En það verður að hafa aðhald á dómurunum líka. Ingi hefur aðhald á dómurunum.
Björn Kristjánsson setur hann ekki ofan á Jónas King með frákastið. Brynjar. Brynjar á Júrald. Júrald á Dino, hann skýtur úr horninu. Já, Dino Butorac setur honni. Þetta var svona two-shot play. Við eigum sjens á niðarskoti hér í síðustu sókninni. Fáum verður svona 3 sekúndur kannski til að koma boltanum upp. Jón Arnór, hann ætlar að klára þetta. Engin sjokker þar. Nei, hann hendur hann bara út af. Það er 8,6 sekúndur eftir af hálfleiknum og auðvitað tekur Ísarnar Martin leikli. Ég veit ekki. Jón Arnór er brjálaður við Inga. Hann er bara brjálaður við allt og alla, sparkar í stóla og annað. Ég get alveg, já, Jón Arnór er að láta bekkinn heyra. Það er bara, en þegar þú ert búinn að skora 19 stig af 36 stigum þá máttu láta bekkinn heyra það. Það er bara hannig. En að sparka í stól íþróttum svona Sauðárkróki gerir Sigurbjörn Árnason mjög reiðan og ég veit ekki, já, það væri skemmtirinn rimma. Sjá Jón Arnór Stefánsson og Sigurbjörn Árnason rífast. Hentu Jó Áka inn og við erum komin partí. En sjáum til hvað Ísarnar Martin teiknar upp í lokasókn. 49-36, 8,6 sekúndur til að koma boltanum upp völlinn og ná ágætu skoti. Það er nægur tími. Ég er ekki hissa að kannski Pétur komi inn, gæti verið. En jú, Pétur kemur inn. Það er hann, sko, við erum með 3 sem eru snöggir að skjóta. Það er að segja Pétur, Danero og Brilli. Dino tekur aðeins lengri tíma að skjóta, en getur alveg skotið. Síðan erum við Júrald King bara svona upp á ef að losnar eitthvað. Pétur. Danero fær boltan. Það er ekkert sem græmi skref. Núna er ég ekki alveg, ég hef aldrei náð að læra þessa nýju skrefreglu en ég veit ekki hvernig ef þau vart ekki með svona dribbla. En Bjössi, hann bara hendi boltanum til Tindastóll aftur og við endum á tróðslu, auðvitað, Júrald King velkomin aftur, kallinn minn, og hálfleikurinn er úti. Allar að Kitty Óskar segir það. Káringar eru bara farnir í hálfleik, árunum 3 sekúndur eftir. Já, og bara liðin eru farin í hálfleik. Dómarinn skil ekki neitt. Og ég skil ekki neitt heldur, þá eru 3,6 sekúndur eftir. Alla hana. En við bara, shit, við sjáum þetta aftur í þessu logo því. Við erum hort á þetta allan daginn, geggja. En ég ætla að taka mig smá hlé. Við heyrumst þetta smá.
Já, velkomin aftur góð fólk. Já, við sjá alls konar tölfræði leikinn skjánum, en þetta bara allt að byrja. Það komin 10 mínútur á töfluna og þetta bara svona, sjáum bara hvað gerist. En það eru sömu byrjunarlið hjá báðum liðum, já. Jón Arnór Stefánsson, Michel Christopher Di Nuno, Kristoffer Eikóks, Julian Boyd og Emil Barja. Hjá Tindastól, Pétur Rúnar Birgisson, Viðar Ágústsson, Danir og Tómas, Júrald King og Brynjar Þór Björnsson. Danir og Axel Tómas, við skulum ekki gleyma Axel. Crucial. Emil Di Nuno, hann fer á Kristoffer og Júrald King blokkar hann þarna. Já, Kristoffer ætlaði að tróða þessu. Sér Júrald koma og þetta er fín byrjun hjá Júrald. Hann hefur hótað hann á Danero í langan þrist. Já. Já, er í útsendingu það? Julian Boyd, í þetta, Pétur. Danero, Brilli, inn á Júrald. Hann hótar hendur frá Pétri. Pétur var kominn hann með stöðu fram yfir. Erfitt skot hjá Danero, hann á dissunum út á Pétur hann. Allt og erfitt. Kristoffer Di Nuno, hann hótar þristi. Hóta honum bara og náði honum ekki og Pétur bjargar frákastinu og kemur honum á Brynjar. Brynjar biður Horns. Hann fer bara í þristinn, setur hann í Brynjar Þór Björnsson. Ingi Þór er brjálaður Kristoffer Di Nuno og hann var bara svona nennti ekki að spila vörn. Það er mjög undarlegt og nennti ekki að spila vörn á Brynjar. Það er reyningur á Jón Arnór Stefánsson. Arnór að aðeins að ræða þetta við Simma og gerir það. Já. Simmi segir bara já. Jón Arnór heldur áfram. Já, þeir enda á góðu thumbs up. Brynjar, skrín frá Júrald og það er Júrald King treður geggjað með Brynjar á triplinu með sér, sem getur tekið upp boltann hvenær sem er á skotið og þetta er komið upp í 20 stig, 56-36. Julian Boyd, hann klúðrar leiðjöpunni aftur. Danero á villu og Julian Boyd skot á 2 skotum. Mike Minuta, Mike Di Nuno. Ég veit ekki hvort að ég hafi heyra rétt, en ef satt reynist þá er þetta mjög skrítið. Mér heyrðist Jón Arnór vera að segja að verður einhver að hjálpa mér, en don't shoot the messenger, en Julian Boyd skýtur fyrra skotinu. Hittir ekki fyrra skotinu, afsakið mig. Seinna skotið onni. Julian Boyd er góð vítaskytta, bara góður leikmaður reyndar. Fyrra skipta. Pétur, Danero, Pétur í hendoffi með Danero, hann fer á. Þetta vissi hann ekki Júrald vissi ekki að Danero hann bak við sig. Brynjar á Pétur og það er opið. Aðeins og ómikið krydd hann það. Hann átti bara að skjóta þessu, hann hefur hitt. Orri hótar skotinu, Pétur mættur. Stelur honum úr vasanum á Emil. Fer á Orra. Finnur Júrald á Brynjar í horninu. Kristó ætlaði að blokka þetta skot. Það var bara rosi, en Júrald hann fer á Julian Boyd, gerir það og leggur hann onni. Og það er bara í alvöru sko. Ingi getur ekki sáttur með sína erlendu leikmenn. Það er eins og nenni ekki að spila vörn. Það var alveg saman þó að vera að skora yfir sig hann það, Julian Boyd. En sjáum til, Danero hann nær að koma fót í bolta.
Þannig að Jón Arnór var pikka rólinu á Kristó. Kristó ansi góður pick and roll player. Það er að segja að hann rúllar mjög hratt og fast á körfuna. Býr til mikið pláss, tekur mikið pláss. Emil, Jón Arnór. Vill og Viðar. Viðar missi hann af boltan og Jón Arnór, klókur leikmaður sem hann er, keyrir beint á hann og Viðar, ef hann hefði ekki brotið þá hefði hann búinn að missa hann framhjá sér og líklegast 2-3 örugg stig á töflan. Emil. Orri. Inn á Julian. Og Boyd. Hann er út á Orra. Orri fyrir þristinn. Orri Hilmarsson setur hann í 3 stig. Góð skipta Orri. Bróðir Darra. Júrald á Brynjar, og Pétur á Júrald sem er með Emil á sér og þetta er ójafn leikur fyrir Emil. Einfalt fyrir Júrald, hann er komið með 19 stig, Júrald King. Julian Boyd í langan tvist, setur hann honni. Það er einhver miskilningur hann að hlýt. Ég trúi ekki að hann ætlar að vinna með þetta, hann er mjög góð skytta. Júrald King vill fá skiptingu og hann fær hana. Brynjar og Viðar opinn í horninu, settu þetta drengur. Já, Viðar, auðvitað! Viðar Ágústsson. Geggjaður í leiknum móti Njarðvík, okkar svona besti, besti með Júrald höfum það þannig. Jón Arnór að fara að stytta skotið. Það er ekki að fara að dæma það að Jón Arnór sé að fara að vera þreyttur. En jú, hann er samt. Og Viðar aftur í horninu, nákvæmlega sama stað. Það er stuttur núna. Allt til að reyna þetta, hann er komin í frákastið. Og Viðar mættur í vörnina að dekka Jón Arnór. Og já, geggjuvörn hjá Pétur þetta bara. Geggjuvörn. Kristó þetta reynir síðan eitthvað skrítið skot. Brilli vill fá boltan. Hann er að fara út af. Fínt fyrir hann að skjóta einu sinni allana. Já, ég kláraði þetta nú, auðvitað. Villa á hvern. Julian Boyd vantilega fyrir að hrinda Brynjari. Ekki. Kemur mér mögulega replay á þetta. Og nú vill hann á Boyd. Mike Ojo og Helgi Rapp kom inn fyrir Júrald og Brilla. Nei. Danero í langan tvist, hann er stuttur, Viðar í baráttu um frákastið, Helgi síðan enda með það. Helgi Már kemur Emil. Emil á Jón Arnór, sem fyrr. Þetta var mjög erfið sending hjá Jón Arnóri, hann var bara mjög heppinn. Pétur var næstum búinn að stela þessu bolta líka. Helgi Már, Jón Arnór, hann er í erfiðan þrist, en auðvitað setur Jón Arnór þristinn. Hann er komið með einhver 22 stig af 45. Það er tæplega helmingur stiga. Helgi Rapp, handoff á Mike. Mike, hann fer á Kristó, fer í erfitt skot, setur honi Mike Ojo. Hann er góður. Honum finnst gaman að spila körfubolta. Emil, Helgi Már í galopur þrist. Þetta er öruggt. Æfingaskot. Já, Mike tekur átt á sig, hann klúðraði þarna vörninni. Eðlilega er hann ekki kominn inn í skipulagið, það bara segir sig sjálft. Hann er búinn að vera á 2 æfingum. Danero. Hann dribblar fótinn á Orra. Orri, hann er að klúðra leiðöpunni en Helgi Rapp með frákastið. Og það er Villa á Kristó, það lítur að vera óíþróttamannsleik, ég trúi ekki öðru.
Hann brýtur á með fótunum. Nú skil ég ekki neitt, ef þeir eru að dæma á þetta þá hlýtur þetta óþyrftamæsli villa. Ok. Já, ok, skiptir ekki máli. Búið að dæma, áfram með smjörið. Aftur í. Pétur. Á Danero. Helgi Már, flott stígur hann fyrir hann. Það er handoff á Viðar. Jón Arnór nær boltanum hann. Helgi Már, hann er að fara leggja hann orra og það klúrar ekki aftur og núna tekur Martin leikli. Það er að stoppa þetta strax. Snöggstið hjá Káringum. En ég veit að ég endilega ræði við mig með þetta en þetta er komið á stað. Pétur. Helgi. Mike. Þetta er einfalt skot en situr ekki onni. Og Mike, frábærlega vel klárað hjá Jón Arnóri. Fær hann upp í loftið og fer bara fram með honum. Danero. Dino, Helgi Rapp. Mike. Hann ætlar að fara á Kristó, gerir það. Feitar frá körfunni og setur hann onni. Kristó vill fá skref. Þetta var ekki skref, ég get fullir það. Ef þetta hefði verið skrefað þá hefði Ingi látið heyra í sér. Það er bara þannig. Jón Arnór. Kristó. Villa og Mike á gólfinu, vantilega. Þetta er á gólfinu. Handcheck, hárrétt. Júrald og Axel kom inn fyrir Danero og Helga Rapp. Helgi Már. Jón Arnór. Hvað þetta er erfitt skot. Hann setur onni Jón Arnór Stefánu. Shit, maður. Jesus, 27 stig og það er þriðji leikur ennþá. Pétur, skjóta þess maður. Dino. Nú er lítið að gerast hjá okkur. Dino fer fram hjá Helga. Setur ekki layupið. Klárar með vinstri. Frábær vörn hjá Júrald. Pétur. Herðu, hann reynir að taki. Hann náði honum ekki, það er alveg rétt. Hann er alltaf að fara að skjóta þessu og hann setur ekki onni. Mike með frákastið. Pétur bara réttir orra boltan. Af hverju veit ég ekki. Helgi, hann ætlar að tjekka niður. Hann hefur gert þetta í ansi mörg ár og feita síðan frá. Setur ekki onni, Júrald með frákastið. Julian átti ekki sjens í þetta frákast.
Pétur. Já, hann ætlar að tróða þessu. Auðvitað Júral King! Jón Arnór, hann bara vildi ekki vera með á pósternum, en ég held við höfum samt náð honum. Jón Arnór. Skrín. Já, tvöföldunin á, en hann finnur Orra í horninu, honum finnst ekki leiðilegt skjóta þarna á sötu. Roni, Orri Hilmarsson. Kemur Mike, það 1 skot. Mike, hann ætlar að fara, missi boltan og það Tindastóls bolti, segir Simmi. 1,8 sekúndur eftir. Brilli kemur inn. Brilli kemur inn fyrir Axel, það bara meiri sóknarþungi, skotþungi. 69-58, 11 stiga munur. Jú, Dino fær boltan en Helgi Már blokkar hann. Hreint blokkan á Helga, bara góð vörn. Pétur reyndi hann á backdoorið en svona seinni helmingur, síðustu 2-3 mínútur og sérstaklega af þriðja leikluta voru einn káringa. Tróðslan hann á Júrald. Geggjuð. En þetta verður svakalegu fjórða leikluti, ég lofa því. Ég held að það sé bara örugt. Þetta er búið að vera frábær skemmtunisleikur, mikið af tilþrifum og mikið af, hvað að segja, umdeildum atvikum fyrir hinn almenna leikmann. En ég held að öðrum ólöstum hjá káringum og þá hefur Jón Arnór Stefánsson verið þeirra lang besti maður. Bæði sóknar og varnarlega. Komið 27 stig og búinn að stela bolta og alls konar. Julian Boyd kemur næstur með 12 og síðan Kristoffer Eikóks með 8. Já, stólunum er Júral King með 21 stig, Mike Ojo með 15, Brilli með 11, Dino 8, Pétur 7. Hefur dreifst ágætlega bara, topplæði með það. En hér koma káringar aftur inn. Emil, Orri, Helgi Már, Jón Arnór og Julian Boyd. Jón Arnór Stefánsson spila allan þriðja leikluta. Ég held í alvöru að hann spila ekki oft heila leikluta. En já, Tindastól er Pétur, Brynjar, Mike, Axel og Júral King. Brilli, Jón til varna sem fyrr. Þeir skipta á þessu. Brynjar, hann var nú komið með fínt lúk hana. Axel fyrir handoff með Mike. Síðan fær Axel Emil á bakið. Brilli, það ólöglegt skrín aftur á Axel. Það fer ólöglegt skrín í fyrra líka. Setur rassinn hann í hann. Ég bara ætla ekki að mótmæla þessu, þetta er bara hárréttur dómur. Það er á hreyfingu og kynnti með þetta. Emil hann að leika þessar eldinum. Já, frábært, nei, hann klúðra enn og aftur leiði upp maðurinn. Þetta er farið að fara í hausinn á honum. Jón Arnór getur ekki hann að vera ósáttur. Hann er búinn að tíu boltan og meina það sem hann á eftir að bara eftir að koma vonu í hóluna. Erðu, Brynjar. Það er tvöfald skrín frá Villa á Orra. Brynjar fyrir tvöfald skrín frá Júrald. Komur sem út á Axel og ég segi áður í þessar útsendingu að Axel verður að horfa á körfuna. Pétur, hann fyrir inn teginn og þarna er Axel. Auðvitað, Axel! Góð skytta. 3 stig. Orri, Helgi. Villa og Axel. Villa Axel fyrir hann er með hendina og aggressíft í bakkinu á Helga sem ég sýndi þess að alveg frábæla. Júrald hann að gleyma sér.
Orri opinn, hann stuttur. Og þetta aftur fyrir miðju. Já. Ingi vill meina loose ball. Það bara ekki rétt. Það náði aldrei neitt. Sko að KR-ingar rauninni mista aldrei vald á boltanum. Já, Kitty fór yfir þetta, eins og ég sagði. Það var aldrei loose ball, sko, KR-ingar ennþá með vald á boltanum þó sendingin hafi geigað. Axel inn á Jurald. Hann settlar við stöldshot og þetta ég veit ekki hugmynd hver á þennan bolta. Já, Simmi alveg með þetta á hreinu. Hann skildi ekki hvað vesen þetta var. Já, bara aðeins að leyfa fólki aðeins að Ingi vill láta horfa á þetta. Ingi vill leikli, 72-58, 8-24 eftir fjórða leikta. Ég veit ekki hvort við höfum þetta. Það er gaman að sjá þetta, hvort þetta sé réttu dómur, ég sá þetta ekki. Hérna kemur þetta. Já, ég veit það ekki. Sjá. Já, ég ætla ekki að dæma þetta þessum myndum, það er búið að dæma þetta en það er ég sé allan enga stefnubreyting á boltanum en Simmi var alveg með þetta á hreinu og hann var búinn að dæma þetta allan tíma, það var bara svona aðeins að hugsa um. Þannig kemur þetta. Já, jú, byrju nú, kemur ekki annars auka snúningur hann á boltan. Maður horfir á boltan, hann ekki að snúast eða hvað? Jú, hann að snúast. Ég veit það ekki. Leikleik búið. Það eru sömu hestar inn hjá báðum liðum, já. Jón Arnór, Emil, Orri, Helgi, Baut, Brilli, Axel, Júrald, Mike og Pétur. Mike fær hann á blokkinni, finnur Brynjar segi ég, Brynjar á Júrald, það er bara aftur upp. Pétur, þarna, nú er Júrald aðeins farin að haltra, hann er þreyttur. Vantaði sprengjuna, kláraði alltaf sprengju. Helgi, handoff með Orra, aftur í handoff og Orri er núna hendar og Jón Arnór galopinn, hvernig það getur gerst veit ég ekki og auðvitað setur hann þristinn og erfið sending á Brilla hana. Mér fannst að vera opinn, hann ætlar að skjóta þessu, Jón Arnór, hann ætlar að skjóta þessu bolta, ég skal lofa ykkur því. Nei, hann finnur nú bara Helga. Já, Helgi með Brilla hana. Julian Boyd í þristinn, setur hann honni og þetta er komið undir 10 stig og núna fer Martin beint í leikhlé. Stoppa þetta 72-64, 8 stiga munur. Þetta verða rosalegar síðustu mínútur. 6 snögg stig hjá KR-ingum. Jón Arnór og Julian Boyd í þristum. Það er eins og við höfum sagt og alltaf sagt, leikur áhlaupa. KR-ingar hafa verið, bara betri síðustu svona 4-5 mínúturnar, síðustu 2-3 mínútur í þriðja leikluta og þessa fyrstu 2,5 mínútur í fjórða leikluta. Það er bara svona gengi betur hjá þeim, sóknarlega. Lítur út fyrir, ég veit ekki, ég meina við erum alltaf að spila með nýjan leikmann, eða þannig sé 2, sko, ég meina Axel er
kemur inn á áramótin og þetta er ennþá að finna svona fjöluna. Sjáum til. Upp og áfram. Axel inn á Júrald. Síðan Pétur. Pétur, hann með orra til varnar, hann kemst fram hjá honum auðvitað. Finnur Júrald. Og Mike kemur upp úr skríni. Hann átti að fara hins einn maður. Hann fer í step-backs, finnur Axel Júrald í langan tvist. Hann hótar í bara góð vörn og Julian, hann ákvað að stimpla sinni í vörnin allt í hennu. Þó fyrr mætti vera fyrir Káringa. Helgi, Julian Boyd. Og það er hann. Það var ekki liðóttu þarna boltinn. Sleikti körfuhringinn allan, fór síðan upp úr. Pétur, Axel. Brynjar fær skrín frá Júrald og hann fer í þrist. Brynjar Þór Björnsson ekki ofan í og það er, já, ekkert ekki viss. Sko Júrald er að stökkva beint upp þarna en uppkastið er bara, já, ok. Þeir eru ekki vissir og þá er það uppkast og þá er það öring góða og þetta skiptið er það Káringar sem eiga. Kristó kemur inn fyrir Helga Má. Danero kemur inn fyrir Axel. Danero hefur ekki verið að finna sig hérna sóknarlega en varnarlega hefur hann bara verið að spila ágætlega. Já, backdoor hann á Jón Arnóri og villan á Mike. 2 vítaskot sem Jón Arnór fær. 72-64. Fimm ítir, Simi. Jón Arnór komið 30 stig af 64. Setur ekki fyrir á Dóni. Veit upp þessu skömmina. Seinna viti heldur ekki. Danero er að missa frákastið til Julian Boyd. Það á ekki ekkert gerst. Kristó þarna. Emil, hann fer inn í miðjuna. Hendur hún síðan bara út af einhver ástæðu. Veit ekki hvað Emil fannst þetta góð hugmynd en Pétur. Brynjar fær 2 skrín, finnur aftur Pétur. Það er inn á Júrald. Júrald, hann tók upp driplið hann, Pétur enda, nein, hann var ekki sinni opinn. Og Ótjó er opinn. Hann setur ekki honi í baráttu frákastið. Það er villa hann á í baráttunni sem Júrald fær á sig. Það er ekkert bónus. Fyrsta villan á Júrald King. Engin skaði skeður. Þetta er 4. liðsvilla Tindastóls. Þannig að það er komið bónus hjá Káur er komið bónus. En það er langt til Tindastóls verið bónus. Það er komið ein liðsvilla Káur í 4. leikta. Jón Arnór í þristinn. Hann er langur. Pétur rífur þetta frákast af Kristó. Brilli vill keyra þetta hans áfram. Horn segir hann. Hendoffi á Danero. Danero í erfið skot. Það er bara mjög erfitt skot. Yfir Julian Boyd með fótinn á línunni. Þetta var bara illa ígrundað. Ekkert með svona snöggt skot að gera. Keyra sóknin áfram. Emil. Kristó, hann með Pétur á sér. Pétur er snaggaralegur. Hann er að slá boltan frá hann. Emil í þrist. Feikar hann einhverja villu sem er ekki. Feikar síðan sendingun á Julian Boyd og eftirleikurinn auðveldur. Allir að biðja boltan. Mike vil boltan, Brynjar boltan, Pétur vil boltan. Pétur fer á Helga og á gólfinu segir Kitty. Hún er ekki sammála þessu en
búinn að dæma. Handshake á gólfinu, já. Pétur. Mike. Hann vill fara á Helga Má. Gerir það, þetta er erfitt skot hjá Mike Ojo og þetta er aftur 2 erfitt skot. Fyrst hann og nú Mike. Og núna fær Jón Arnór villu og það eru 2 skot. En það er bónusana, skiptir engu máli hvort það sé skot eða ekki. Og það hefur verið villa á miðjunni, þá hefur samt verið 2 skot. Fyrirveit Óni Arnóni, 72-67, 5 stiga munur, 4:33 eftir af þessum leik. Seinna viti sömuleiðis, 4 stiga munur. Pétur. Pétur hann rennur. Mike reynir að þröngur á það á Júrald, þetta er bara allt og þröngt og erfitt. Þetta skipta á þessu. Kristó hann setur Doni, þetta er bara vel spilað hjá Káringum. Á meðan er sóknin hjá Tindastól hillum horfin. Svo vægast sagt sé. Þetta er Kristall að segja því, en já, Danero leggur Doni. Þarna var Julian Boyd að reyna að svindla. Það gerði það verkum að Danero losnaði aðeins og nú fær Jón væntanlega svona 30 sekundur í hvíld. Það er 3:45 sem hann fer út af. Það er kannski svona 2 varnir eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki löng hvíld sem að Jón Arnór fær. Emil, Kristó, Orri. Hann reynar að koma inn á Kristó hana sem Brynjar er að dekka. Emil, núna er Júrald King út á 3 stiga línunni. Og Emil hana mjög erfið að leiða upp en setur honi. Bara vel gert hjá Emil Barja. Brynjar, Orri á honum. Það núna er erfitt. 6, Brynjar. Og það er langur þristur hjá Brynjari, ekki honi. Danero með frákastið. Pétur. Ekkert að flýta okkur. Og Brynjar á nákvæmlega sama stað. Brynjar Þór, ekki honi heldur. Julian Boyd með þetta frákast. 74-72. 2:40. Emil, Julian Boyd í opinn þrist. Hann er ekki honi. En frákastið er Orra. Emil á Orra síðan. Hann á Kristó. Emil, hann heppinn að skref ekki nær að losa Kristó í skoti. Hlýtur á bakhrinding á Julian. Já, bakhrinding. Það er enginn að segja mér að Júrald King hefði ekki hoppað hærinn hann. Helgi kemur inn fyrir Júrald. 74-72. Brynjar fær fínt skrín frá Helga hana og Mike er opinn. Hann finnur Helga og Helgi fer hann í, já, hann er helt auðvitað leið upp en Helgi Már Magnússon blokka hann og hann fær síðan opinn þriss sem er stuttur. Brynjar með frákastið. Og það Brynjar aðeins að taka klukkunni og Helgi slær boltan út af. Júrald kemur inn fyrir Helga Rapp. Júrald fekk svona bara smá bríðar.
aðeins að setjast. Kemur vonandi sterkur inn. Smá deyfið, hann skoraði hann 21 stig. Ég held að hann ekki skoraði í fjórðarleikluta. Held ekki sko. Pétur. Emil til varnar. Já, Pétur fyrir alla leið. En það er villa á Kristó. Sem skilur ekkert í þessu. Pétur er leiðan á vítalínuna, skjóta 2 skotum. Já, þeir skilja með thumbs up. Simmi og Kristó þar að segja. Fyrir auðvitað Óni og Pétri. Setna þetta ekki Óni en Julian Boyd með frákastið. Nei, nú mátt setja setna þetta Pétur. Emil kemur upp. 1:20 eftir af leiknum. Jón Arnór. Tekur upp triplið hana. Það er inn á Julian Boyd. Og það er góð vörn hjá Danero hana. Stóð bara á. Það er villa hana á Julian Boyd fyrir bytun við. Þetta er tindasbolti hvað sem er. Uppkast, jájá, Kitty sá þetta miklu betur heldur en Simmi. Það er svona alltaf að fara aðeins yfir þetta. Thumbs up, auðvitað. 75-72, tindasbolti, 1:10 eftir af leiknum. Það komið bónus hjá báðum liðum. Þannig að allar villur, allar varnarvillur hér eftir verða sjálfkrafa 2 vítaskot. Nú eða nema þessi broti í 3 stæðskoti, þá eru 3 skot auðvitað. Danero, Pétur. Ojo kemur upp. Hann er með Julian, hann ítir nú í baki á hana. En Danero, já, nær að losa sig. Auðvitað setur Danero þetta onni. Það var gott feik hana hjá Danero, nær að ég held að þetta hafi verið Jón Arnór. Síðan var eftirleikur nokkuð öðuldur þá þannig. Emil, já, fingerról, gamla góða fingerrólið. 77-74, 37-35 sekundur eftir. Og þeir finna Jurald. Ekkert að flýta sér. Jurald, hann á, nú eru 10 sekundur eftir, ekkert í gangi. Jurald á Helga Má, hann setur ekki skoti onni, 3 stig sem skilja liðin af og það er bara 1 skot. Það er bara 1 maður sem er að fara að skjóta þessum bolta, gerir ég ráð fyrir, en Tindastóll má ekki. Ólega skrín og Julian Boyd fara galopið þrist, hann setur hann onni og það er leiklið sem Ísana Martin tekur 3,7 sekundur eftir. Þeir, það sem segja, einblindu allt og mikið á Jón Arnór sem gerir það að Julian Boyd endar Brynjar að láta að heyra. Við hefðum náttúrulega, já, við hefðum getað brotið, senda á línuna 2 stig og við hefðum átt boltan. En það er jafnt, 77-77, 3,7 sekundur eftir. Það er nægur tími til að koma bara góðu skoti. En kosturinn sá að við þurfum ekki 3 stig, frekar en 2, bara eitthvað. Bara stig og að klukkan klárist. Þetta er nú eitthvað maður. Rosalegu leikur. Sjáum hvernig það fer, sjáum hvernig það fer. Nú viljum við alla á fætur.
3,7 sekúndur, 77-77. Finnur Atli Magnússon kemur inn á fyrsta skipti í seinni hálfleik bara til að vera stærri í frákastinu. Síðan Mike Ocho, Brynjar Þór Björnsson, Danir Thomas og Júrald King. Það eru alls konar útfærslur sem við getum séð hérna. Ein þessi, einmitt Brynjar í þrist, Brynjar, hann ekki honni. Júrald vildi fá villu hana, ekki villa, það framlenging. 5 mínútur af meiri körfubolta. Upp með hausinn segir varmann á bekkum Tindastóls, klálega. Þetta var bara fínt lúk sem Brynjar fekk þarna. Ekkert að þessu. En það þá KR-ingar sem byrja með boltan í framlengingunni. Ég segi það út af því að síðast uppkast sem við fengum, það var hérna Júrald á móti Julian Boyd. Það var dæmt uppkast og það var okkur í vil eða Tindastóls í vil. Þannig að þetta svona. Nú kemur Viðar inn fyrir Mike. Ég gerir ráð fyrir að Viðar sé að fara að pönkast í Jóni Arnóri Stefánsinni. Helgi Már, Emil Barja, Kristó, Julian Boyd hjá KR, sömuleið og að auki Jón Arnór auðvitað hjá Tindastól. Hjá okkur það Pétur, Brynjar, Júrald, Danero og Viðar. Þetta komið í gang, 5 mínútur, framlenging. Emil, Kristó. Danero að ná þessu, það uppkast, það Tindastóls bolti. Frábært hjá Danero, hendi sér í gólfið hérna. Jón Arnór ætlaði ekki að gera. Ingi segir fókus. Fókus. Júrald. Pétur kemur upp. Pétur með Kristóser. Viðar, Danero, hann verður að skjóta þessu maðurinn. Gerir það vantilega hátna, en það langur Julian Boyd og sé brýtur Danero af sér. Þetta heimskuleg villa, bara mjög heimskuleg villa. Nú Julian Boyd að fara á vítalínuna og koma KR-ingum yfir, gerir ég ráð fyrir. Þarna hefði ég alltaf tekið þristinn einhver meginn frá Danero og Julian Boyd var það langt frá honum þar. Djappa hans inn í hann og skjóta. En fyrir að vitið, Julian Boyd. Fyrir að vitið, Ronny. Seinna vitið. Það sömuleiðis Ronny, góð vítaskipta af Julian Boyd. Pétur. Júrald. Hann að skjóta þessu og hann setur hann ekki honni. Jón Arnór að reyna að fá ruðning hana. Emil. Á Jón Arnór. Pétur honum til varnar. Julian. Julian Boyd aftur á línuna. Þurrka völlin hana. 77-79, Julian Boyd á línunni að skjóta 2 skotum. Fyrir á honni,
Seinna setur hann ekki á ný, Danero með frákastið. Pétur, Júrald, Danero. Það inn á Júrald. Júrald, hann ekki að setja þetta onni en þeir ná frákastinu. Og þetta lítur bara að vera villa, getur ekki hann að verið. Já, Helgi að brjóta af sér hann. Júrald fær 2 skot. Bæði liði bónus, eins og við vitum. Brjála að gera á Bjössa að moppa gólfið. Sama stað. Fyrravitið stutt. Seinna vitið Ronny, 78-80 segi, 78-80. Emil bara. Hann búinn að spila vel hér í seinna hálfleik, með hvað hann var ekki góður í fyrri. Og Brynjar að stela þessu bolta, kemur honum á Júrald, en Jón Arnór að stela þessu bolta, hann sendir hann á Júrald og hann leggur hann í 80-80. Núna Jón Arnór hættir þessu kjaftaði, vill bara fá boltan, treystir ekki sínu manni Emil. Og Jón, hann að dribla í fótinn á sér og Emil í þrist, setur hann ekki á ný, Júrald með frákastið. Brynjar, hann vill fá skrín. Fær það, já, Danero, hann fer á Emil. Og þetta hlýtur að vera villa. En allt í lagi. Engin villa, áfram leikinn. Boyd, Emil. Villa á hvern, segir Eggert. Og endalega Brynjar. Á 2 skot segir hann, það var að Brynjar. Kristoffer Eikóks á línuna. Kristóf setur fyrravitið. Kristóf einhver, ekki 50-60%. Vítaskytta, að mig minnir. Kannski slagur upp í 70. Setur seinna viti ekki honni, Boyd með frákastið. Þetta er annað skiptið sem að þeir klikka á grundvallaratriðum körfuboltans að stíga út í vítaskoti. Jón Arnór, Pétur bara blokkar hann. Og þarna brýtur síðan Jón Arnór af sér. 2:16 eftir, Pétur á leiðin á vítalínuna, skjóta 2 skotum. Mike kemur inn fyrir hvern? Fyrir Danero. Mike að fara að spila fjarkan. Dekka væntanlega Kristóf, fyrraviti vonni hjá Pétri. Jafnaði hann leik, 81-81. Seinna vitið sömuleiðis, toppmaður Pétur. 82-81. Emil Barja kemur upp með boltan sem fyrr. Það giska upp. Nei, hann ætlar ekki að koma hann upp á skríni. Kemur í handoff í Kristóf. Jón Arnór, hann fer á Viðar og hann nær ekki að skora en kemur nær sín einn frákasti og kemur hann á Helga Má sem finnur Julian. Hann klúrar enn einu layupinu en nær sín eigin frákasti og setur layupi síðan. Þetta kemur svo sem teflur á 2 hættur. Danero fer út af, hann tekur meira pláss heldur en Mike. Já, minn sýningum Brynja verður að spila fjarkan hann að með sóknarlega. Komaður hann inn á Júrald. Pétur hafi vill á Kristó, hálfrétt. Lappa fyrir hann.
Pétur vann sinni 2 víti. Fyrir víti á Pétur Róni. Seinna víti ekki á niði, það er jafnt 83-83. 1:30 eftir að framlengingu og Jón Arnór Stefánsson kemur upp um boltann. Jón, hann ætlar að lengja þessa sókn. Hann á bara að gera þetta einn. Gerir þetta einn, finnur síðan Helga Má í horninu, Helgi í þrist. Hann er mjög stuttur og Pétur með frákastið. Kemur upp um boltann. Pétur, það er af Júrald. Ég hef ekki hugmyndum hvor þetta var. Ég veit ekki hvort við hugum þetta á mynd. Dómararnir eru, Eggert er alveg þetta er alltaf að koma að skoða þetta hjá okkur. Verið velkomnir. Sjáum hvað Simmi og Eggert gera. Það er svona með þessar skoðanir að þeir þurfa að vera 100% á því að þetta sé rangur dómur til að breyta á dómnum. En við sjáum þetta hérna eftir smá. Það er spurning hvort að Eggert dæmir KR boltan eftir fumble hana á boltanum í teig Tindastólsmanna, sóknarhelmingi Tindastólsmanna. Mér sýndist þetta svona, ég veit ekki hvort að Júrald, mér fannst eins og Júrald hafi komið í boltan og það bara getur vel verið að það sé hárrétt. Sjáum til. Hérna kemur þetta, sýnst mér. Nei, við fengum ekkert að sjá þetta fyrir gefið. Kannski fáum að sjá þetta eftir bara. En þetta var bara rétt. Eggert var vissið sinni sök. Bara topplæði með það. 1:04 eftir að leiknum. 83-83. Emil kemur um boltan. Emil Barja. Það voru að reyna þröngunum hann inn á Boyd. Jón kemur síðan og sækir boltan. Þeir klikka hann í skiptinu og Helgi frá aftur skot í horninu og hann lætur ekki bjóða sig það tvisvar. Setur 3 stig á töfluna, Helgi Már Magnússon. Hann var bara að stilla miðið áðan. Hérna sjáum við þetta. Þannig kemur, fer á Júrald. Hárrétt dómur. Fór fyrst í Kristó, síðan Júrald. Nú verður fróðlegt að sjá, það eru 45 sekúndur eftir. Það eru snöggt skot hjá Tindastól. Mögulega, ég veit það ekki. Eða hvort hann ætla aðeins að, hann lítur að fá snöggt skot til að fá svona temmilega snöggt skot eða bara stig. Tindastól fær alltaf boltan aftur ef það er snöggt skot. Hvort sem það 2 stig eða 3 stig. En staðin 83-86 fyrir KR. Fyrir ykkur sem voru að tjúna inn að þá setti Helgi Már Magnússon risa þrist í horninu. Pétur Viðar, Mike, Júrald, Brynjar. Pétur kemur upp. Hann fær skrín frá Júrald. Hann fer á Kristó. Þetta er erfiður þristur en ekki voni. Hann lítur að brjóta, brýtur á Julian Boyd Viðar. 2 stig. Pétur eitthvað ósáttur við sjálf sig fannst mér. En þetta getur bröðið begge vona. Það er ennþá nægu tími eftir, 33 sekúndur eftir. Julian Boyd þarf að hitta þessum skotum. Síðan þetta er 5. villan á Viðar.
Dino inn á fyrsta skipti síðan í bara langa tíma. Fyrra viti ekki honni. Seinna vitið, Julian Boyd. Hann sendi það honni. Og þegar stólinni snögga körfu, helst snögga þrist. Mike, hann allt og lengi að þessu maðurinn. Það bara þannig, Pétur kominn, finnur Brynjar, hann ætlar að fara á körfuna, finnur Dino. Taka langa tíma í þetta, en Pétur setur þristinn, kemur þessu niður í 1 stig, 87-86. Það er væntanlega brjóta Emil, það ágætt, hann ekkert, ekki góð vítaskipta, jú, hann fín vítaskipta, það ekkert að 2 skot, 12,8 sekúndur eftir. Emil ætlar að taka sér langan tími að byrja að taka vítið. Emil Barja, hann setur fyrra. Seinna vitið hjá Emil Barja. Hann setur á sömuleiðis, 3 stiga munur, 89-86, 12,8 sekúndur eftir. Það er nægur tími, Mike kemur upp með boltan. Hann, hvað er hann að gera maðurinn? Hann vildi fá villu. Hann fer alltaf sterkt á körfuna, en það er allavega hægt að færa rök fyrir að það sé snerting. Skulum alveg hafa það á hreinu. En Ingi tekur leikhlé, 88-89, 5,2 sekúndur eftir af leiknum. Ein stigs munur. Ingi væntanlega færi boltan fram helminginn á völlinum, á framhelming. Þannig kemur þetta. Nei, þetta ekki villa, hann þráðbeinn, Kristó. Mike býr til snertinguna. Hins vegar nú Kristó á ferðinni áfram. Ég ekki dómari. Það ég að rugla maður. Hann á bullandi hreyfingu, sko. Nei, skiptir ekki máli. Það sama lið. Mér finnst mjög líklegt að Ingi færi boltan fram á sóknarhelming. Það kannski ekki leyfilegt í framlengingu. Jú, hann gerir það. Hann færi boltan fram á sóknarhelming KR. Helgi tekur boltan inn. Stólan náttúrulega freista þess að stela boltanum í innkastinu. Það náttúrulega alveg morgunljós. Jón Arnór nær boltanum þetta og það brotið á honum. Brynjar nær að brjóta á honum. Þetta ekki 5. villan, 4. villan á Brynjar. Hann náði að taka 2,2 sekúndur. Það 3 sekúndur eftir af þessum leik. Jón Arnór setur fyrravitið. Það 3 sekúndur eftir, engin leiklið, þannig að Tindastóll þarf að byrja á varnarhelmingi og koma boltanum upp á 3 sekúndum til að ná decent skoti. Jón Arnór setur auðvitað bæði vítin. Klárlega Mike kemur upp með boltan. Hann verður að skjóta þessu maðurinn. Gerir það, þetta skakt, langt frá því og KR fara með sigur og hólmi hér í síkinu. Eftir að, bara frábært comeback, það ekki hægt að segja annað. Mér fannst okkar menn vera með þetta í höndunum lungala leiknum, en síðan hérna í lok þriðja leikluta byrjar þetta að snúast við og eftir það
leiðin svolítið niður á við og við komum þessu í framlengingu og annað, en hvað það? Ég heiti Guðlaugur Skúlason og fyrir hönd Tindastóls TV þá þakka ég kærlega fyrir áhorfið. Ég minni á styrktarlínuna hérna efst á skjánum fyrir ykkur sem eru að horfa, en við leyfum þessum myndum aðeins að lifa.